Ok, það sem ég var með villustjörnum var bara ég átti eftir að seifa þetta, þannig að hún var bara að kasta villum að hún var að reyna að kalla í þetta hérna fall áður en að það hafi verið skilgreint. En það sem að gerðist þá í raun og veru núna er að við sjáum þetta og það sem að ég get gert núna er, ég get svona skemmtilega máta hérna, sagt hérna, function sleep, svona, þetta er ekki alveg rétt, async, og ég ætla bara að búa til artificial lag í kerfinu hérna í sekundu. Þannig að núna sjáum við hérna að við sjáum þetta, þú hefur ekki valið sækigögn, fægögn. Þetta er náttúrulega alveg hrikalegt, þú veist, UI-lega séð að sjá þetta allt svona jarringlega svona tjugg fara út. En svo getum við hérna, já, en þú veist, svo ef það kemur villa líka, þá myndum við fá, þú veist, sækigögn og fá einhvern villuskjá. En með því að hugsa þetta, þá getum við farið að segja við hönnuð, hugsanlega, ok, ég er búinn að vera að prófa vefþjónustuna. Hún er rosalega hæg þegar ég leita. Og það er bara lítur ekkert út fyrir að við getum fengið það lagað næstu tíma. Þannig við þurfum eitthvað svona meira smart loading state. Þannig er hugsanlega hægt að losa sig undan því að verða að gera þetta. Af því að það er þannig að ég skrif eitthvað inn, íta á endur að leita eða íta okkur takka. Og það er ekkert indication að kerfið hafi móttekið beiðni mína. Það er ekkert loading state. Þá fer ég að íta aftur og aftur eða reloada eitthvað svona. Og býta bara til að auka load á hlutina, af því að það myndi bara koma eitthvað svona sækigögn, eitthvað svona bolti eða snúast eða eitthvað svona að þá er fólk bara rólegt, af því þá veit að við hverju það að búast. Ef það ítir að taka og gerist nákvæmlega ekki neitt, þá veit það ekkert við hverju það að búast og heldur þetta sé bilað. Og það er svona rannsóknir sem sýna að hver 100 millisekundur yfir 500 millisekundur sem að þú ert slow í að svara notandanum, þá taparu svona mikið af athygli, og ef þú ert e-commerce þá, þú veist, yfir 500 millisekundum þá ert að tapa 0,1% revenue-inu, og ef það fyrir yfir sekundu þá ert búin að tapa, þú veist, að því að bara fólk hefur ekki þolinmæði, það bara hættir. Þannig að þess vegna er þetta, þú veist, ég tala um þetta í hverju einustu viku við bara þau sem ég er að vinna með. Þú veist, bara eitthvað, hvað gæti gerst hérna, hvað er, þú veist, hvað ef við fáum ekki gögn? Já, við þurfum að hanna hérna error-state. Já, frábært. Og ég er að vonast þess að þetta svona fara að stikka. En allavega, við erum komið til hérna. Þannig að við erum þá komin á þann stað hér að við erum með þessar spurningar hérna. Og ég get að tekið þetta, kvætt það út og sagt, núna ætla ég að búa til eitthvað sem heitir question. Og question ætla að vera bara með eitthvað nýr komponent, rename, kann ekki lyklaborðið mitt, question, það ætla að vera export function question, og það ætla að vera akkurat svona, og það ætla að vera svona. Þetta er questions, þetta er að vera bara, nei, þetta er bara að vera svona í bili, og við ætlum að, já, nú lendi ég hérna, klassíst, ég er með function, það heitir sama typeið, þannig að nú þurfum ég að fara hérna og segja import question as question type eða eitthvað from types, og þá er þetta svona. Stundum er líka sett bara svona fyrir framann, þá stendur þetta fyrir þetta sé type, stundum er sett fyrir framann fyrir interface, en það eru, þú veist, margar leiðir til þess að leysa þetta. En nú fáum við þetta. Ekki það mikil, en típa, alltaf þess að ég hugsa þetta, típa er eitthvað konkrét. Það er eitthvað sem ég er að fara að nota eins og þarna. Interface er eitthvað sem að ég eitthvað sem að gefur til eitthvað sem þarf að implementa. Þannig að ef við förum hérna saman,
í þetta hérna og þá tók ég dæmi hérna þetta hérna að hérna ég að segja ég búinn að búa til interface í category og interface í questions og þetta bara ég að hugsa nú ég að búa til þessa vefþjónustu hún þarf að hafa þessi föll, þessu inputi svo ég geti uppfyllt þær kröfur sem ég búinn að setja á þessa vefþjónustu síðan fyrir ég að segja já, ég ætla að útfæra þetta með ekki hérna, heldur ég ætla að útfæra þetta hérna með Prisma og þá bý ég til einhver DB client eða whatever, Prisma client, whatever, eitthvað og það implementar iQuestions svo ætla ég að búa til static útgáfu af þessu eða ég ætla að búa til útgáfu sem að notar MongoDB eða ég ætla að búa til útgáfu sem notar MS SQL og þá veit ég bara svo lengi sem ég útfæri þetta interface að þá getur hún pluggast inn í vefþjónustuna en típan í raun eins og ég með hérna típa bara eitthvað sem ég bý til úr samansafn yfirleitt af einhverjum primitive típum sem býr til einhverja komplex típu og þetta náttúrulega bara, þetta sömu konceptu í Java og í C#. Við erum með interface og við erum með types þar, erum við ekki búin með klassa í Java, klass og interface þannig að allavega interface eitthvað sem verður alltaf að útfæra þannig að það alltaf, einhver klassi verður að implementa interface að við getum nota svona sama pælingin með interface en það samt að nota típur eins og interface í hérna TypeScript svo heldur líka, já, interface geta ekki verið með útfærslu en nei, TypeScript geta það ekki heldur já, allavega sjá, hérna ok, þá erum við með þetta þá ætla ég að gera þetta hérna og ég ætla í staðinn fyrir að segja svona ætla ég að segja question ég ætla að importa question þá lendi ég aftur í þessu hérna as question type og við t question hérna breyta til þá segir við hérna ok og þá segir hún ok, children string is not assignable to og þá er hún bara að segja mér, heyrðu, já, þú ert búin að segja að þú ætlar að vera með þetta sem send a question in sem prop þá fá þetta svona og nú fá þetta hérna en núna erum við búin að lagskipta viðmótun okkar hérna eitthvað sem heitir category category síðan með questions hérna við getum skipta sér hérna út fyrir líka eitthvað questions komponent en þá erum við hérna komið með eina staka spurningu sem ég ætla að birta þá get ég fara að vinna með hérna bara ok, ég ætla að hafa hérna how2 það question text og svo ætla ég að vera með nei, ég ætla að vera með hérna þegar ídreið gegnum svona, akkurat svona og nú erum við komið með hérna spurningarnar á vefþjónustunni og svörin svo get ég farið yfir í CSS og þá fæ ég CSS spurningarnar svo get ég farið í flokkar hérna JavaScript og ég fæ JavaScript spurningarna og svörin þannig að núna er ég í raun og veru búinn að uppfylla það sem var sett fram í verkefnalýsingunni af því að það er hérna flokka sem birtir spurningar í gefnum flokk og meiri sé ekki tekið fram að ég birta svörin þannig ég tæknilega sé búinn að uppfylla meira af því að nú ætla ég að segja orð skipta máli og hérna er nefnilega ekki sagt jú, það er sagt hérna hægt að fá svara spurningu og fá endurgjöfum svar þetta nefnilega verður tricky og þá minn ég aftur hérna að flokka sér sem birtir spurningar er 20% þannig að það sem við erum komið núna mun koma okkur helviti langt seinustu 5% sem er hérna bakvið, það eru 5% sem eru í að geta birt og svara spurningunni þau eru örugglega dýrustu 5% í öllu verkefninu er einhver byrjaður að vinna í því? Já ok, og var það bara ok já,
Aldrei segja þetta aftur. Ok, og með stöðun á því að vita hvernig maður er búinn að segja, þú veist, búinn að velja spurningu, notaðu bara JavaScript svipað og við vorum að gera í verkefni 2, að nota bara, þú veist, DOM aðferðir eða notaðu React. Já. Já, settið þú sjálfur eventleysuna. Já. Það er ekkert erfiðara. Það er bara að segja, þú veist, þið sem eru að byrja að læra React, þá er þetta út af því að þið farið að hugsa það, ok, ég nota state. State er leiðin til að vita það að ég valdi eitthvað og state er leiðin til að vita það að, þú veist, ég ítti á submit og state er leiðin til að segja mér síðan ég er búinn að, þú veist, er þetta rétt eða rangt. Að ákveða hvernig við ætlum að halda utan um þetta state er tricky. Og bara sem dæmi hérna að við getum byrjað einhverju útfærslu og þá þarf ég að segja hérna, ok, form, ok, ég er með eitthvað form svona og ég ætla þá ekki að vera með, gerum þetta svona og þá er ég með on submit. Þá ætlum ég að vera með eitthvað on submit hérna, þannig að ég er með event handler hérna og þá er event handlerinn hérna, við þurfum ekki að gera add event listener af því að þegar við erum að nota React þá erum við að segja að við notum on submit á þessu, þú veist, þetta er svona sem er svolítið skrítið við React að setja handlerina beint á elementin. Þá erum við með eitthvað hérna, ok, þetta er flott, þá fáum við bara aftur þetta hérna og þá ætlum ég að segja console log submit bara, ok, það er einhver búinn að submitta, flott og ég ætla að setja button svara og þá erum við hérna og ætlum að fara í HTML, ok, svara, þá getum við segja hérna submit, ok, hérna svara. Þá þurfum við að vinna, ok, hvaða spurningu er ég búinn að velja? Það þurfum við að fara hérna inn og við þurfum að segja þá hvernig ég á að, ok, hérna er eitthvað og hvað, þú veist, hvernig á ég núna að vita í React hvað er búið að velja? Svo núna virkar þetta hérna út af því að þetta er uncontrolled form input. Það hagar sér bara eins og vafurinn skilgreinir. En hvernig á ég að vita hérna hvað er búið að velja þegar ég ætla að fara að segja hérna valið svar er, nú segir hún mér hérna sko, er target answer eitthvað. En þetta er ekki svona hreina React leiðin. Ég myndi vel geta sagt bara eitthvað hérna answer ID. Hvernig fæ ég þetta út frá því sem var valið hér? Ég ætla ekki að nota neitt hér. Þá þarf ég að nota state. Ok, og þá kemur næsta spurning, hvenær kalla ég þetta til þess að setja í raun hvað er búið að velja? Ef ég vel svar, ok, og hvernig, já, og þá getum við þannig séð sett bara hérna set answer ID, ok, og hvað gerist núna? Sjá, ok, svara, valið svar 1, valið svar 2, valið svar 3, ok. Síðan ætla ég núna
þegar ég íti á þennan hérna taka að segja rétt eða rangt. Hvernig ég að gera það? Ertu búin að lesa þetta? Nei. Já. Já, þegar það er í raun sama verkefni þegar maður búið til spurninguna, þegar þá er ég að reyna að bíða eftir að fá svari frá vefþjónustunni og þá er það að segja mér hérna, já, þú bjóst til spurninguna, hún er tilbúin. Eða það kom villa, validation villa og þá þarf ég að bregðast við því og birta eitthvað þannig. Þannig ég ætla að segja hérna, ég ætla að vera með sko rétt, ég ætla að gera eitthvað hérna, is correct, rétt eða rangt. Ok, þannig að núna ætla ég að segja hérna, ok, nú er ég komin hérna í eitthvað mapp á einhverjum ansvers. Ég ætla að fara hér og hér. Ég ætla að gera const is correct, false og svo ætla ég að segja, nei, ég ætla að segja return svona. En við það að gera þetta, það sem ég var að gera hérna, að ég var að hætta að skila React elementi eða einhverju laufi, einhverju HTML-i, en í staðinn að fara að búa til einhverja, ég ætla að gera eitthvað hérna, ég ætla að reikna eitthvað, ég ætla að gera eitthvað. Þetta er oftast tíðum mjög sterkur indikator það að við höfum að refaktora það sem er að gerast hér yfir í nýjan komponent. Þannig að þetta getur hugsanlega verið einhver komponent sem heitir answer. En eins og við munum sjá alltaf í minnis sýnilaust sem er svolítið svona, fer með þessa pælingu á sinn enda stað, þá erum við bara með ógeðslega mikið af propsum. Þannig að ég bara sýnt hvernig það er. Í svona þá er hérna. Ok, þetta er ekkert jafn mikið á hérna button komponentum sem við skoðum í seinasta tíma, en þetta er svona orðið mikið. Og þá er það út af því að við þurfum að, ok, ég vil hafa það þannig að þegar ég er búinn að svara spurningunni þá ætla ég að disabla buttonin þannig að ég svara henni aftur. Ég vil geta sagt hvort að hann eigi að vera checked eða ekki út frá því hvort að þetta er. Ég vil að hann sem eitthvað state af því að ég vil ekki að það sé sagt strax þegar að ég opna spurninguna að hún sé rétt eða röng. Ég vil að þú býðir eftir hún sé svarað, þannig ég þarf að halda utan er þetta svar rétt, er þetta svar rangt, eða er þetta svar bara ennþá það er í kyrrstöðu að það er ekki búið að svara. Ég veit ekki hvort ég á að segja. Svo er með eitthvað ID, af því að ég vil geta haft ID til þess að geta gert labelið og formið samtengt. Það er með eitthvað name, af því að ég vil síðan geta haft name, af því þetta er radio button, þannig að hann þarf að hafa sama name svo þetta sé í raun ein breyta á milli margra svara og svo vil ég hafa eitthvað texta sem er bara svarið sjálft sem á að birta. Þá líka lendi í því að ég get bara haft hérna, hérna er bara mjög einföld svona birtingamynd á því hvað, birtingamynd, bara CSS fyrir birtingamyndina á svarinu. En svarið er orðið bara svona alveg ein eining. Og þá er þetta, hvað eigum við að brjóta komponentuna í lausninu okkar upp í. Stundum væri þetta að kollapsa svo öllu saman. Þá kannski bara erum við með flóknari einn komponent. Hérna er þessi komponent orðin svona frekar, það er mikið af propsum, en þetta er samt ekki mikið. Ef við værum með þetta allt inn í, ég held að það bara verið þessu hérna, nei, þessu hérna, já, mér finnst þessu hér, þá er það, og sjá hérna, þá er þetta, en ég samt sem áður eitthvað segja hérna hvað er eitthvað state á þessu. Þetta er svona fyrsta tillaga svari, svona lausn á þessu hjá mér, en þetta er samt svona, það er þetta hérna sem er svolítið vesen, það er að reyna að finna út úr því hvar stateið á að eiga heima. Og síðan all edge casein, sem er kannski helst þetta hérna, hvað er, hérna er ég að nota bara indexin, en það væri réttar að nota ID-in, þannig við fyrir aftur út í þetta hérna og útfærum þetta aðeins sjálf. Þá erum við með þetta svona, þá fæ ég hérna í byrjun að öll svörin mín eru röng. Ok, þannig að ég segi það er bara út í þetta er false hérna, en ég ætla að segja answer ID jafnt og answer ID og þá fæ ég þetta aftur að þetta er rangt, af því ég er ekki búinn að velja neitt. En þá íti ég á hérna og þá allt í hennu expose ég réttasvarinu leið og ég íta það. En það er svona, nei, býtum við, þetta er ekki rétt hjá mér af því að ég þarf líka að segja
og answer is correct. Correct. Þannig þá rámt, rétt. En ég vil bíða eftir að ég ít og submit. Þannig þá þarf ég að halda submit stateið líka. Þannig að þetta þessi state management sem oft á tíðum þar sem maður eyðir mestu tíma í því að finna út úr því þegar maður svona flóknari vefforrit sem komið með svona stöðu. En svo sjáum við líka samanskapi að við erum strax að fá bara eitthvað interactivity hérna, að ég fyrir bara hérna á milli og hún bara re-renderar, eða React re-renderar þetta bara strax út frá því að ég breytti stateið. Ef þú værum að nota þetta með query selector og eitthvað svona, þá erum við búin að fara út fyrir React og React re-renderar þetta ekki fyrir okkur út af að React re-renderar þegar state breytist. Þannig að þetta alveg svona breyttur hugsunarháttur miðað við það sem við vorum að gera þegar við vorum að vinna þetta bara með domminu. En leyfir okkur að fá bara, við erum mjög fljót að fá svona re-renderingu á þessu hérna og við erum ekkert að gera neitt. Ég bara breyti einhverju statei á þessu hérna og React pikkar það upp og re-renderar og breytir þessu út frá því hvað stateið að segja. Þannig að þetta hérna verður svona afleitt state eða derived state, að þetta hérna actual stateið sem ég að vinna með. Ég gæti líka fyrir að sagt eitthvað svona const hérna is current selection correct og þá ég svona, ég að geyma sömu upplýsingarnar að ég get alltaf reiknað þetta út frá því hvað valið. Þannig að það líka hægt að búa til mjög mikið af óþarfa steiti. Oft þetta svona kjarnaðinu, hvað nákvæmlega steiti sem ég þarf. Ok. Þannig að ég ætla að segja þetta gott í bili. Hvað ég komin í hérna? Svona. Og ætla bara að segja að þetta núna skil ég þetta eftir fyrir ykkur að útfæra restina. Fyrir það að láta þetta ég ít á þennan taka og þá myndi koma rangt rétt eða rangt rétt út frá því hvað var eða þá að þið birtið þetta með litum eða hvað sem hérna, hvernig sem þið viljið. Þá spurningin hérna, eigum við núna að deploya þessu á Vercel eða fara í að breyta flokk? Á Vercel. Ég held að það sé betra, það svona meðan við, það lendur mörg í vandræðum með að setja hérna verkefni 3 upp, bara þannig að þið hafið séð mig gera það og hérna getið fylgt því og svo sagt mér hérna, ég var að fylgja þessu en hér bilaði þetta, getur þú sýnt og þá getið þið fengið aðstoð á morgun í dæmatíma eða hjá mér ef þið sendið fyrir 4 á morgun. Ég mun kíkja svona milli 7-8 annað kvöld og þá ykkur búin að senda þá get ég hjálpað, annars ég off eftir 8 annað kvöld. Þannig þá þurfum við bara að byrja því sem við þurfum að gera, sem bara committa. Þannig ég ætla bara að segja git add git commit unnið í 4.10 og pushum því og svo ætla ég að fara inn á Vercel og Vercel sem sagt sjá, við förum hérna á Vercel, ég búin að tala um þetta áður en pricing hérna að hobby free forever ok, það free núna ég ætla að sjá, ég treysti einhver sem segir að það sé free forever ég búið að brenna mig oft og ef að þið tengið þetta með GitHub að þá bara getið þið farið hérna inn og sett þetta upp svo fer ég hérna Pro, þá það $20 per user per month plus additional usage þetta sko miðað við hvað Vercel gefur þá þetta mjög góð díl þetta mjög gott hýsingarumhverfi og það bara mörg veffyrirtæki bara hérna heima sem að nota bara Vercel sem sína hýsingu. Þannig að ef að þið notið þetta og lærið nota þá þið bara og þið mætið einhvers staðar það sem hérna, já svona notuðu Vercel þá bara já, ég með deploya CV vefinn minn eða þetta testverkefni mitt hérna á honum, ég bara Vercel kann það. En við förum hérna og við öllum nýju projekti
og nú eitthvað goddamn AI hérna byggðu eitthvað fyrir mig. Nei, en ég ætla að fara í þetta í vegferðun og ég ætla að importa þessu projekti og þá já, akkurat ég get ekki gert það í gegnum hérna organization þó svo ég sé með bara open organization, þannig að ég þarf að gera hérna git remote add og ská ég þarf að fara bara hérna minn persónulega og búa til repository þar það var 4 það var public git push ok, en þá eru komið þetta og þá getur farið hérna og það þarf að fara hér og fara með persónulega og svona. Núna get ég gert þetta ókeypis. Þá pikkar hún bara upp hérna, þetta next og við sjáum hérna það alveg hellingur af öðru sem hægt að deploya þarna en next með svona það bara með besta supporti, það virkar allt saman best í next á Vercel og Vercel virkar best fyrir next. Svo þetta bara svipað því sem við höfum verið að gera í öðrum hýsingum, það bara einhver build command og út af því við erum búin að segja þetta next, þá fáum við bara hérna, en við getum editað þetta en þurfum þess ekki. Svo environment variables og þar erum við með eina. Við getum hent henni inn bara strax. Já, við vorum með eitthvað default gildi hérna, en við ætlum að segja það þetta og þá þarf ég að fara hérna á render og þá ég með sýnlausnina að VAF3, nei, ég er ekki með sýnlausnina, ég er bara með það sem við unnum í tíma, VAF2, já, ég seti þetta hérna. Já, ok, ég var með sýnlausnina en hún einhvern veginn, einhverjum vegna failed to deploy, en eldri deployment af henni ætti bara að virka. Hitum þetta upp. Ok, við allavega gerum svona og núna aftur get ég lent í því að ég seti hérna og ég seti orð trailing slash en við erum að muna, ég mátti ekki setja trailing slash en ég ætla að eyða því og ég ætla bara að deploya og categories, já yes, þannig hérna var þetta á móti sýnlausninni og þá bara erum við sjáum við bara, þetta alltaf bara nú erum við búin að prófa hvað ég búin að sýna ykkur 3 mismunandi svona hýsingarumhverfi og það bara, þetta eru alltaf sömu skrefin bara í mismunandi viðmóti. Þetta alltaf sömu hlutinni sem við verið að gera, það verið að builda, það verið að deploya og svo eitthvað annað hérna, assigning a custom domain. Þannig þá ferum bara í gegnum hérna og nú sjáum við linting and checking validity of types og svo kemur eitthvað hérna, generating static pages og þá fáum við hérna og það sem sagt ok, takk yes, fallega síðan mín komin og ég glemdi að kommenta út hérna artificial slowið en hérna fáum við bæði sekundu laggið og laggið á móti render þannig að sjá já, eða þá þetta eru svo flokkarnir en það eru engar spurningar ég ætla eftir að sýta þannan grunn þannig að hérna finn ég bug hver bugurinn? Já, þannig að ef svarið tómafylkið þá
þá reaktar hún ekki og hún re-renderar ekki af því að það er bara empty stateið er ekki meðhöndlað. Þannig hérna þetta verður bara eitthvað engar spurningar í þessum flokki. Bættu við spurningu eða eitthvað. Þannig að þá ef að þið til dæmis væruð að keyra þetta á móti sýnilausninni þá geti ég farið hérna og notaði hérna GitHub Copilot til þess að búa til seed-skjal og seed-skjal er þetta sem við vorum að gera í verkefni 1 í raun og veru að það er bara einhver leið til þess að búa til gögnin þannig að nei, fyrir ekki í verkefni 2 að seed með Prisma er í raun bara að búa til eitthvað svona function og svo bara keyra það á móti Prisma. Þetta er bara generate, þetta er bara út frá Prisma Docs og við segjum bara býta kategóriurnar, býð svo til hverja spurningu í einu og það er ekkert meira fancy en þetta. En hérna inni gæti ég forrita hvað sem ég vildi fyrir seed virknina. Svo er ég með env hérna og ég held að þetta hafi verið réttur grunnur. Sjá, við getum farið í render og athuga það. Hérna. Þetta er ekkert rosalega gott fav-icon hérna, þessi 2 hvítu kassar. Ég finna aldrei. Nei, það er ekki einu sinni þarna. Það er, já, jú, við getum segið hérna, environment. Þetta er rough C. Þetta er rough C. Þá getum við farið hérna og ég ætla að segja út frá readmínu hérna þá ætla ég að endursetja gagnagrunninn og þá segi ég finndu þennan gagnagrunn og force resetta hann þarf að segja settu bara inn skemað þrátt fyrir allt hvað allt er þannig ef þið voru til dæmis búin að deploya eitthvað lausn og þið viljið nota þetta þá getur við gert þetta en þá myndi ég svona mæla með að það er ekki búið að fara yfir. Já, jú, það er búið að fara yfir og þeir eru bara góðu viljið núkan, þá getur bara núkað hann þarna eða þeir getur bara búið til annan á hérna á neon og þá veit ég að ég er bara með tóman grunn út frá skemanu og svo keyri ég seedið og þá segir hún þetta og þá bara býr hún til spurningarnar og þetta er komið. Segir hún the seed command has been executed. Og svo getum við lent í því til dæmis að þetta er núllstaðan okkur á gagnagrunnum. Svo breyttum við skemanu og nú þurfum við að seeda inn einhverju nýjum gögnum. Og þá getum við lesið í Prisma Docsunum hvernig við getum búið til framhaldandi seed eitthvað. Allavega þá getum við farið hérna. Þetta er Vercel. Sækja gögnin. Já. Sækja flokka. Ekkert gerist. Vandræðalegt. Það er svona svar hérna. Þannig að það er spurning hvort að ég hafi eitthvað cannot read properties of undefined reading length. Ok, þannig að það er greinlega einhver buggur hjá mér sem ég hef bara ekki gripið í þessu. Þannig að þá er það, þó svo þetta hafi virkað hér, að þá þýðir það ekki að það virki þegar ég er búin að deploya þessu, eins og þeir eru örugglega öll búin að lenda í að minnsta kosti einu sinni. Það er ekki það sama að það virki á tölvu minni og þetta virki í hýsingu. Þannig að þá get ég í raun fara að debugga þetta með því að fara í hvað erum við með hérna? Tekið þetta og ég ætla að debugga þetta svolítið locally hjá mér og þá ætla ég að segja hérna, ok, mér vantar að búa til env-skrá og gerir bara touch sem bara býti skrána hérna. Ég segi next public base url er þetta svona og þá ætti þetta hérna ekki lengur að vera þetta og þá ætla ég að restarta, já, hún var búin að reloada envinu og þá er ég hérna locally, þá er ég með hann auka foo-flokk hérna, hann ætti núna dett út
Ok, hann datt út. Ég ætla líka fjarlæga þetta. Ok. Ok, ég get reprodúsað þetta hérna. Þannig að núna í raun, nú get ég séð þessa sömu villu. Response.data.length, þá það empty. Þá það í category hérna. Þannig hérna erum við búin að segja mitt að data þetta, en data undefined. Þannig hérna eitthvað í ólagi. Ok. Hérna eitthvað mismatch á típunum mínum. Þannig að hvað klikkaði? Hvað var það sem ég sagði áðan? Já, nei, ég er með vitlausa típu hér. Þessi típa sem ég skilgreini hérna assertuð hér. Hún ekki þetta sem ég segi. Hún þetta. Þá getum við staðfest það hérna. Við getum farið í postman hérna. Nei, byrju, ok, hún þetta. Það eitthvað að klikka. Deploymentið mitt rétt? Nú þetta mjög skrítið. Þá getum við farið hérna. Ok. Open a new tab. Ok. Hvað þá raun og veru villan sem að valda þessu? Þá fer ég hvað þessi hérna. Þetta villan. Breytingin sem bætti patchinationin á hefur ekki deployað. Þannig ég var að vinna þetta á móti eldri útgáfu. Það sem að útgáfan sem ég var að keyra locally var ekki í synki við það sem ég var að keyra í production. Og þetta líka bara mjög klassískt. Við erum búin að deploya einhverju sem að þarf að haldast í hendur. API-ið og framendin þarf alltaf að vera bara locksteppa þegar hann þarf að vera nákvæmlega eins og annars virkar hann ekki. En svo ef að annað deployast ekki og ég deploya hinnu og ég gerir ráð fyrir að ég með hitt, þá bara springur þetta. Af því að það var bara ekki búið að útfæra þetta. Þannig að nú þurfum við að fara að sjá. Ok. Þá getum við að fara í deploy logs og séð hvað þá bara cannot find this index.js. þá bara eins og hún get ekki bilda lengur. Þannig að þá þetta bara ekki nógu gott og við erum lendið ykkur hérna, sýnilaust. Þá er ég farin að debugga þetta. Akkur þetta í ólagi. Þetta býr til dist index.js. Þá ætlum ég bara að prófa hérna clear build. Þetta er bara clear build, cache og deploy. Ég veit ekki akkur þetta er bilað. En þetta er bara dæmi. Ég vissi þetta myndi bila, ég bara var ekki viss hvað þetta myndi enda. En þú veist, ég vissi bara að þetta hafði ekki deployað, þannig að eitthvað skemmtilegt myndi gerast. En þetta er alltaf eitthvað sem að, þú veist, svo þetta bara að finna út úr því og bara tjekka sig af. Maður bara setja upp hérna, ná í steknaglerið og bara, maður spæjar að finna hvar klikka hlutinir. Og það bara, þetta er eins og annað í forritinu, svolítið vöðvi sem maður þarf að æfa. Að finna bara, ég hef getað eytt töluvert lengri tíma í að reyna að debugga að þetta virkar ekki í klientnum áður en ég fór að skoða hvort það var í vefþjónustan. En oft sem maður er debugga þá er gott að taka svona breiddina fyrst og síðan á dýptina þar sem maður heldur hugsanlega að buggurinn sé. Það er bara eitthvað, já, ok, það er eitthvað í ólagi hér. Þannig að ég ætla
Ég ætla að segja bara tökum smá pásu og ég ætla að sjá hvort ég finn út úr þessu á meðan þið takið pásu.